og velkomin í fyrstu official útsendinguna Kraftfélagsdeildinnar númer 4. Við erum hérna staddir í Arena og hérna með mér hinn eini sanni Ísla. Góðan daginn. Og ég heiti Breki, ég líka Fresniksson in-game og við erum að fara að lýsa vonandi skemmtilegu leik þar sem við erum með íþróttafélag Arena á móti allt á heimskum. Hvernig þetta er? Ég mjög spenntur. Ég held að ég með háa væntingar gagnvart allt á heimskum. Já, ég líka. Þeir stóðu sig helvíti vel í síðustu deild. Já. Ég var að þjálfa á móti þeim og mér fannst rosalega mikilvægt að tækla karrið þeirra, Hilmi. Já. Manstu hvað hann heitir in-game? Ég með þetta hérna... Awesome O, minnir mig. Awesome Er það ekki? O, Já. Awesome O. Ég þurftum að bara targta hann út af því að þú veist, hann var með svo opið hero pool og alltaf á sumum hitjum finnst mér hann bara að vera þú veist, allavega þegar var að spila á móti í mínu liði bara unstoppable, sko. Já. Hver var að kótsa þeim síðast? Var það ekki Hrannar? Jú. Ég veit, hann sagði mér sjálfur að þeir hafa sýnt allan verulega framfarir, þannig að ég er spenntur að sjá hvort þeir hafa æft sig bara síðan þá. Líka skemmtilegt innsæði hjá Hrannari, þú veist, hann er með ótrúlega djúpstætt innsæði inn í þeirra lið. Já. Það sem hann var náttúrulega að coacha og þekkti náttúrulega hero poolera og hvað ég vilja. En þetta fer ekki bara við, þú veist, þeir veit ekkert eitthvað sjúklega vel inn á liðans Hrannars. Þeir kannski þekkja Hrannar svo vel en... Ég veit, hann hlóði svolítið af því, sko, þannig að þeir eru með svolítið embeddet, þannig séð, sko, hann veit öll gameplaninn og hver... Spila móstjórn, fyrsti leikurinn, hann er með allt innsæði, ég er bara að segja. Heldur að hann hafi stilt riðlinu þannig upp. Ég held að. Já, þetta. Pottþétt. Hey. Það er ekki spurning. Þetta er spiltast af móstjórnin allavega í e-sportheiminum í dag, sko. Við veitum það alveg. En, ég meina, svona er það. Ég veit. Við erum partur af þessu. Já, og þess að, Hrannar er að keppa mótið þeim og þeir eru í íþróttafélagi Arena og þetta er alveg skemmtilegt lið. Já. Þeir eru með Yngva, hann er mjög skemmtilegur. Jep. Síðan erum við með Hrannar, Ösil, við erum með Flying, Berg, síðan erum við með Mati líka. Hann er búinn að vera að spila með þeim. Hann er mjög skemmtilegur, fjárki. Og síðan er það Crazy Leprechaun, Já. Sko, smá svona, ég veit að greina þetta pínu, þú veist, smá imbalans þegar kemur að supportrólunum. Að því leita að báðu supportarnir eru pínu fjarkarleir. Já. Þannig að einn þeirra verður að tjúna, sko, og mér finnst þeir báðir vera svona, ekki líkir en pínu svipaðir. Svona, þú veist, þeir fíla sko að vera í þessu fjarkaróli og fíla að vera... Þannig að playstyle. Já, playstyle og pínu farma smá, sko. Þannig að ef ég ætti að giska þá myndi ég frekar vilja setja Mati á 5-una. Ég held að Snorri hann bara getur gert svo mikið með farm, sko. Já. Það er langt síðan ég sé hann keppa síðast. Já. Þannig að ég spurning hvort þið sjá Tusken. Hann er náttúrulega legendary. Þetta koma fyrstu bönnin allavega, við sjáum Dawnbreaker. Það byrja. Sammála því, fyrir þú veist þetta lið með Dawnbreaker var bara ótrúlega gott, sko. Það var Clarity Addict sem tók hana. Ég held að hann tók Dawnbreaker í fyrsta skiptið í deildinni. Já. Hún var ekki pikkuð þangað til að hann pikka. Nákvæmlega. Það rústaði bara. Já. Nokkuð leikir röð nánast. Ég man eftir því, við þurftum að vinna allavega vel að því, ég og hendakallarnir, að vinna því hvernig við spilum í kringum hana og það var pínu svona trial and error, sko. Við fórum að skrimma síðan við einhver lið og þá menn held að við fundið einhver svona weak spot hjá okkur að pikka bara Dawnbreaker og það var búið. En með því að pikka hana oftar og við spilum oftar á mótinni því lærðum við betra á henni og svo þegar við actually fengum hana í official leik þá bara var þetta bara easy peasy, sko. Þannig að þetta er svona double-edged sword. Já. En er alltaf heimskir að prioritisa rosalega mikið á supportana / kannski vissaðsinn hjá Hrannari sem ég skil alveg. Það er rosalega pyrrandi held ég að spila á móti, þú veist, góðum Oracle spilurum og góðum IO spilurum, þú veist, það er erfitt, sko. Þetta er svona hitjur þar sem, þú veist, ef spilarinn er mjög góður á þeim, það er rosalega erfitt að kantara það þeir kunna rosalega vel á þar. Já. Þannig að hann veit hvað má og má ekki.
og síðan Vistis bara mikið damage í Já, leiðinni, já. mikið burst í laning phase, þannig að hann getur svolítið dominata, það Nákvæmlega. er bara safe ban, algjörlega. Ég held líka sko með því að fjarlæga IO-in ertu líka að fjarlæga, þú veist, eitthvað svona Marci IO drasl, skilurðu, þá bara, þú veist, þú getur pikka Marci en, þú veist, þá er þetta ekki að viable. Ég veit, Grimstroke. Grimstroke. Mjög fín support, heldur við fáum að sjá Litz líka. Já. Og hann er búinn að vera rosalega góður líka, Litzinn. I like. Alltaf heimskir bara, þú veist, ég fíla þetta. Þetta er einmitt það sem ég langar að sjá frá hérna liðum sem eru ekki, þú veist, MMR-lega séð er ekki jöfn. Já. Ég vil sjá smá confidence. Ég vil sjá bara, þú veist, að menn eru bara, ok, þú veist, jú, þeir eru nokkur immortalar en, og hvað? Við ætlum bara að pick up heads, við ætlum bara að rústa ykkur. Ég held að þetta sé líka eina af main hitjum hérna hjá Admundi, það Já, er Adam. og Phoenix. Já, góður Phoenix, Já. góður Phoenix player. Bæði mitt, hann er góður á hann líka. Við fengum að sjá það einu sinni eða tvisar í síðustu deild. Já. Hann bara kann að húka og staðsetja sig, hann er mjög fín. Gott innsæði. Já, og líka fyrst að pikka hann fyrst. Þeir hafa mögulegan á því að setja hann á 4 eða 5, whatever. Veistu hvort að supportarnir spili hjá Puds hjá þeim? Veistu hvort fjarkir að gæti bara vippa á Pudsinum og... Örugglega ekki. Nei, þannig að þetta er kannski bara one-dimensional pick. Þetta er bara mitt. Gæti verið, já. Þannig að Það veit aldrei, skilur við. Nei. Kannski eru búin að æfa sig og hafa Já, auðvitað, hittin profile og svona, maður veit Auðvitað. ekki. En nákvæmlega. Það er svona, sko, ég allavega, ég trúi að það er eitthvað plan á bakvið þetta first pick, skilur við. Þú veist, þetta er first pick Puds. Já. Það hlýtur að vera eitthvað þarna á bakvið, þar sem að þeir eru svona að hugsa, ok, þú veist, við ætlum að opna Puds, við ætlum að setja mitt, sama hvað gerist, hann getur alltaf að róta þetta, skilur við. Þannig að ég allavega stóri ef að þetta sé eitthvað svona, mér langar að spila Puds, first pick, skilur við. já, kannski minna mind games núna fyrst þegar að keppa í þessum riðlum. Bara meira confidence picks. Já. Grimstroke, ég held að Snorri er búinn að vera að spila mikið Grimstroke. Já. Ef ég man rétt, sko, mér finnst þetta mjög skemmtilegt að ég datt smá á Grimstroke vagnin líka, sko. Þeir ákvað að counter þetta með lit, þannig að þeir ákvað að pikka lit sem er mjög sniðugt. Já. Þetta combo er brutal, sko. Algjörlega. Líka leið og supportinu fara í blink. Það voru rosalega erfitt. Ég held að það sé, ég held að maður á að gera það. Í þessu combo, ég held að þú ættir að prioritisa að blinka á báðum supportum. Það er svo auðvelt að setja upp þetta combo og það er svo auðvelt, þá er svo erfitt að spila í kringum þetta combo. Já. Út af blinkinum. En Dying, Og Profit, ekki Profit, held ég. Já, líklegast. Það byrjar Ég held að spicy. sé Mati, Undying og Bergur, Profit. Já. Offlane. Ég er að fíla það. Ekki mikið synergy samt milli Grimstroke sem er alltaf preferably viltu pikka einhver ultis eða einhver, þú veist, allavega kombos með Grimstroke. En þú veist, ég sé ekki mikið synergy milli Profit og Undying, kannski double soul rip, en þú veist, það er bara, Ekki mikið. nei, Já, kannski, veist það sjaldan það sem maður getur hugsað út í ultið hjá Grimstroke sem bara svona lockdown. já, Það er náttúrulega plúst Control. að hafa hérna fleiri ult Já. eða abilities. Já. Þetta er líka rosalega sterkt að halda hitjum bara inn í teamfights. Já. Get ekki hoppað í burtu. nákvæmlega. Lýsar líka fyrir gegn B&B, Já. hann á móti svona Coop eða Storm, það er náttúrulega bara lýsar þá í einhvern og hann er bara fastur, sko. Einmitt. Og þetta er alveg lúmslangt. Já, held að sé alveg 5 sekundur, lefili. Eitthvað sliðis, já. Oflant. Já, ég held að, stutt cooldown líka á því. Ok, Lich Disruptor. Lægi. Já, ég veit ekki, ég fíla ekki oft. Sko, ég fíla ekki þegar lið pika 2-5-ur. Já. Og ég veist, Lich Fjarki er alveg, getur verið viable, en hann er pínur líka 5 í sér.
Ég held sko ef að þú spilar þetta sem fjarkan Lich, þú veist, ef þú spilar þetta með blink og shardinum og ert bara að reyna að solo-killa, Já. þá meikar þetta sens. En ef þú ert líka að fara í Glimmer og líka að fara í Force og Grisabdor líka, þá finnst mér þetta að vera pínu. Já, ef Pínu þú wobbly. spilar 5 í fjarkaposesinu. Já, þá ertu pínu svona að eyða því róli, sko. Þú veist. Ég veit. Þetta gaf pía. Ok, Pjá. já. Já. Já, Ok, já. ég veist alltaf læg. Jú. En við sjáum svo sem ekki mikið af kórum. Ég held að þetta sé mjög fínt á móti Nate's Prophet í lane'i að því leiti að hann fær mischansið, þannig að þetta er pínu svona damage mitigation. P er líka sterkur lane'ar, sérstaklega að við fara með Lich, double slow, triple slow í rauninni. Fínt svo sem með Disruptor, en það er svona veikar lane, sko, Ég veit. Mér finnst líklega að Disruptorinn er að fara með P. með pjá. Já. Er ekki Doomsday hitja Disruptor? Jú, ég held það. Hann er alltaf búinn að spila hana mikið. Ég held að þetta er líka ákveðið counter á Doomsday að first pick Grimstroke. Að því leiti að hann er búinn að vera líka að spamma hana rosalega mikið. Já. Minni mig. Þannig að þetta er svona bann pick í rauninni. Deny pick. Deny pick. En Wraith King, ég fíla það er alltaf gott á móti P.A. Hann svona stoppar þetta initial jumpið og Já. færið hann að líf. Ég veit, það er líka góður að tanka ultimatein hjá supportunum. En Bæði hjá Lich og Disruptor, þú veist, hann getur tankað þetta ult og síðan kemur hann bara aftur og þá er mjög sterkt ult farið. Já. Þannig að ég hugsaði að ég get allavega ekki fókastað á Wraith King, nei. þannig að mér finnst þetta að vera alveg fín pick. Já, en carry to carry matchup er held ég PA favorite. Já, Það sem hún getur þannig sér börstað Wraith-King. Svona í late gameinu, þú veist, ef hún sér hann fyrst, getur hoppað inn, þá er alveg hot burst potential. ég veit. Þannig að það er svona mitt take. Við Já. hérna Ravi Þorfafélagið banna Phoenix Já, sem er hugsað sem mitt Phoenix held ég, hann að þeir ég veit ekki hvort þeir haldið að þessi patch ég veit ekki alveg með þetta Phoenix bann, kannski halda þær að já, þeir geta ennþá flexa patchinum. en þú kom með 2 supporta hjá alltaf heimskum. Já, en ég er að tala um kannski á þrist. Kannski er hérna Aron Já, Clarity Addict sem spilar já, offlane patch. Þannig að ég held að þessi, sko, annarkvort er hrannar með þetta innsæði sem við erum ekki með, að hann veit að bæði 2 og 3 geta spila hann, Adam og Aron geta spila hann, eða hann er bara að stóla á það að tryggja bara að Phoenix kemst ekki í gegn. já, Earth Spirit. mitt. Þeir eru mikið í grænu, Já, græna liði. svolítið grænt draft og hitlið er pínu svona blátt. Blátt og rautt. Hver er blár carry sem að blár hérna offlane sem við erum að gleyma? Lashrak. Já, það er eitthvað. Þeir eru allir búin að banna hérna næstalkar. Þannig að þeir Já. Sko, ég hérna, mér finnst Earth Spirit hérna, sko, svona læsa þessu drafti tiltölulega vel, sko. já, með þetta initiate. Já, með Initiation, hann býr til mikið pláss. Ok, þetta er Yngvi Prophet, þetta er Harry Prophet, offlane Wraith King, áhugavert. Mjög áhugavert. Erfiði teamfightar fyrir allt á heimska. Já, Sérstaklega, þú veist, með Tombstone'in, þeir verða virkilega mikið að fókusa á hann. já. Þeir eru svolítið duglegir að læsa niður öðrum hitjum. Tiltölulega tanki draft líka hjá Arena, þú veist, bæði Undying og þú veist, Wraith King og Earth Spirit eru pínu erfiðir til að byrja með,
erfiðir að drepa, skilur Já. mig. Sérstaklega í svona early gameinu. Já, það er mjög tanki, mjög snemma. Já, þannig að það kannski gæti komið eitthvað svona damage issue hjá þeim, svona fyrstu tímfætana. Já. En svo náttúrulega, þú veist, kemur PA online og ég held, sko, ég fíli meira, ég fíla meira þetta, sko, trækor milli allt á heimska, þar sem að, þú veist, þeir eru líka með pínu svona 2 offline, eða svona 2 tanki gæði sem fara fyrst inn, svo hendist PA bara í gang, þú veist, svo fær hún svona tækifært að svona velja target hvernig hún getur hoppað inn, hvernig ekki, og þá fær hún vision, skilurðu, og þannig að það er náttúrulega gott við PA, þú vilt ekki fara fyrst inn sem PA, skilurðu, þú vilt fá einhvern fyrst og svo halda áfram, það gerir eitthvað. Good luck, have fun. Akkurat, en overall þá held ég að Arena sé með betra drafti, ég held að þetta sé smá support difference. Já. Ég held að það kemur að því. Ég held það líka, og líka Tombstone vandamálið sem kemur og Grimstroke. Ég er sammála, ég held að Arena sé með aðeins betra draft, en ég fíla samt alveg heimska draftið. Mér finnst það ekki heimst. Nei, Mér finnst það ekki allt og heimst. Takk fyrir mig. Ég er farin heim. Og það er disconnect. Let's go! Við byrjum með þetta sjálfsögðu tímalega og með pásu. Hotkey bug. Klassíst. Hann er, held ég, ætla að reyna að micro þessum Wraith Kings litlum skeletons. En það er náttúrulega ekki hægt. Nei. Þannig að við verðum að láta Begga vita að það er ekki hægt að micro þessum skeletons. Við getum notað stefnið samt til að svona... Já. Getum við kannski fengið observerinn okkar til að tæpa þetta í chati fyrir Begga sem ekki hægt að micro skellis. Þetta er ekki bug. Ég veit. Jep. Já, hann er ekki í lobby því miður. Þvílík gríf. Góðan reddi allavega. Það er komið frá allt og einskum. Ég sé Hrannar vera að æfa sig á Earthspeed líka. Já. Hann er búinn að spila rosalega mikið Dota undanfarið. Já, það eru margir sé ég undanfarið búin að vera að æfa sig á þessu hetju. Já. Og já, mér finnst það bara flott. Ég fíla þegar fólk spilar þessa hetju, hún er ótrúlega skemmtileg. Ég ætti að vita að manna best. En í þeirra liði er, 2 Earthspeed playerar, þannig séð. Yngvi líka náttúrulega. Já. Earthspeed player. Örugglega 87 kasturum. Kannski er ég aðeins hærri eða kannski er þú aðeins lægri, nú veitum við ekki. Sjáum hvað gerist. Já. Hérna er alltaf einhverju takkar sem ég kann ekki á. Má byrja að kynna liðið? Já, bara þegar observerinn tilbúinn, hann er að laga audio hljóðhylju. Við erum með Recrincy á Birdsmith sem er væntanlega admindur held ég. Við erum með Doomsdave á hvað heitir hann? Disruptor, Clarity Acted, Offlane, Tiny og síðan erum við með hver rólleri. Svo erum við Lichen, Top, Yep. Já, Fresh Prince og Awesome og PA Carry. Yes, og á móti þeim eru við rafíþróttafélagi Arena, það er Beggi á Wraith King, Mattías Óli á Undying, síðan færum við mitt og það er Hrannar, Earthspirit, og í safeline er það Crazy Leprechaun og Yngvi, Grimstroke og Nils Prophet, bræðurnir, 2. Þannig að þetta er 5 Snorri, hann spilar 5 vegna þess að hann er með bróður sín álein. Við fáum síðan Lestits líka mögulega. Já, það er bara 2 gefum hann það hotkey og Uppsunni er fyrir network. Það er eitthvað. Sen E fyrir buyback status. Já, vel gert. Takk. E fyrir levels. Já. Nauja, Mr. Hooker! Oh my god. Byrja ekki vel, en þeir eru báðir mjög low. Vá. Mér finnst svolítið galið að hann
first pick að middi sinn og Hrannar ákveður að taka já, Hetju sem að er ekki eitthvað svona best í heim á móti Pöts. Nei, ég veit. Já, hann hefði getað að pika einhverja Hetju sem er betur á Pets og svolítið þá myndi það leynir en það var kannski bara í Earthspirit stuði. Já, það verðist vera líka bara kannski einhver ögrun hérna í gangi. Mattíus Óli, pínu lár, þetta Litz, pínu erfitt en já, mikið pók. Ekki móti Undying, það er líka rosalega hjátt. Já, Wand, það er sniðugt. 2 Hetju sem er svolítið að spamma spelum. Jep. Og þeir hefðu getað drifað hann ef hann hefði últað. Ég er alveg handviss að það. Mattíus Óli kannski farið svolítið langt, hann er held ég með Anna Q, stönn. Farið á Freshpens í staðinn. Hann er svo low. Gott stig. Skjöldurinn kemur. Ok. Þeir báðu lifa, en þeir eru ekkert strengt í þessu leini. Nei, þetta er erfitt lein. Já. Þannig að þeir ná að sjúa strengt. Vel gert. Blood Grenade combo, sko. Já, einmitt, ef þið ná að taka strengþið af þeim hann á topp og síðan kemur Earth-King og krittar þá ertu bara að taka 50% af heldinu þeirra. Þannig að það er rosalega verið að passa sig á því. Já. Og kannski bara vera duglegir að nota mana í staðinn til að secura last stage jáfnvel og halda fjarlægð. Ég ætla að aðtöða hérna ádjóða streaminu á meðan þú kannski lýsir. Já. Kíkja hvernig þetta hljómar hjá okkur. Það er árás mitt. Það er rosalega low. Það er spurning hvað skills Hrannar fór í, hvernig hann skillaði það. Hvort hann er með stönnið eða silence eða fáum að sjá það eftir bara. Þetta er svona tiltölulega rólegur leikur allan til að byrja með, en sýnist að vera tiltölulega jafnt líka. Allan að hingað til, sko. Lítið að gera spottam. Ég held að Nature's Prophetin vilji bara að fá farm. Og kannski fá Maelstrom fyrst til að geta að fara að farma. Og sem bara vera duglegur að pusha inn lanes. Allt á hinskir eru kannski ekkert með bestu mobile hitjunar. Þannig að það gæti verið svolítið erfitt að stoppa hana í late game. Það er ekki nema að PA finna hann. Eða hvort hann vilja bara fara að farma og rýna búið bara til space, þannig að það er fullt í boði fyrir bæði liðin í rauninni. En hingað til eru bara að farma. Getum við fengið að fá last hits? Geggjað, takk. Ok, það er ekkert of mikill munur á milli liða, nema kannski bara mitt, Hrannar er svolítið með yfirhöndina þar. En hann þarf að passa sig líka, veist, út á móti Pets. Getur alltaf verið hookaður og þá ert í slæmum málum. Það er farið á Nature's Prophet. Nei, bara smá pók. Mér sýnist að allt á hinskir eru svolítið með lane equilibrium á hreinu. Þeir eru með alltaf undir turnin hjá sér, það er mjög safe. Hann rúlar inn, hittir ekki Pudge. Nice try hana. Líka einhver tók hana stóra tríandinn. Það verið mjög leiðilegur ef þú ert að að fara að leyfa einhverju að supporta. Leiðilegt að díla við hann. Arena er bara komin undir tower. Bara að byrja að katta veifið og íta þeim í burti. Óklært þetta mjög low. Flottur veggur. Vel gert hana. Komið yfirhöndina, en þetta er alls
alls ekki búið. Bíðið bara. Soul Ring á Tiny. Það bara mjög fínt til að henda út spellum. Hann mjög low. Veitu, hvað gerast? Nei, mér sýnist að hann sleppur aftur. Með mapið, já. Já. Núna, það er komið aftur í gang. Hannar terpur pötsin aftur. Aðeins svo seint típi hjá Lich. Þetta byrja að líta illa út. Og þeir ná Doomsday hann að bottom. Þú veist, henni toppurinn farinn. Það var alveg rosalegt leina hann á topp. Erfitt að díla við hann daginn. Kannski ekki með bestu hitsunar í það. Clyde er mjög low núna. Hann misti kúið á Grimstroke. Og hann það kemur hann að snæpar hann. Komið TP frá Pudge. En hann nú vekkurinn kominn, hann er alltaf inn aftur og þeir ná að finna Pudgeinn. Nú er Doomsday í vandræðum. Fresh Prince með skjöldin. Ef hann á level 9. Hann er ná að hann er að spamma spellum. Hann er rosalega hátt level. Það er mitt örspelitið mikið í því að látt kuldan á allum spelum 3 sekundur pælið í því. Þannig að hann getur farið út allt mappið. Ekkert mál. P er bara komin í jungle núna. Geta ekkert verið að reyna að leyna. Þetta var rím stund breka. Ok. Einmitt, Nettoast er komið svolítið